Komið þið sæl, Björn J. Karlsson heiti ég og er skákkennari og ætla með ykkur í þessi myndbandi að fara yfir það hvernig maður mátar með kóng og 2 biskupa gegn kóngi andstæðingsins. Sumir skákmenn óttast þetta svolítið að þurfa að máta með 2 biskupum eða biskup og riddara, en mát með 2 biskupum eru nú ekkert mikið flóknara heldur en mát með kóng og hrók til að mynda. Biskuparnir vinna gríðarlega vel saman, við sjáum það nú aðeins á eftir. Staðan sem ég stilti upp er nú í rauninni bara þannig að hvíti mennirnir eru upp á setunum og svarti kóngurinn er svona nálgast mitt borðið. Þess vegna gerir þetta eins erfitt fyrir okkur að hægt er. Sem að hvíti þarf að byrja á að gera er að virkja mennina sína, það er að bæta stöðu mennina sína, koma þeim út á miðborðið. Og eðlilegasti leikurinn í þessari stöðu er bara að koma kóngnum eitthvað áfram. Svartur getur bara spriklað eitthvað á meðan, segjum við bara að fara á D7. Og nú getur hvítur virkjað biskupana sína, biskup C4, nú til þess að valda einhverja reiti í kringum kónginn. Það er ágætt að miða við það að reyna að valda sem flesta reiti í kringum kónga andstæðingsins, en takmarka svæðið sem hann hefur. Svona yfirleitt markmið okkar, gefa andstæðingnum eins fáa möguleika á hægt er. Kóngur D6 og biskup A3. Nú sjáum við til dæmis þegar biskupanir standa svona á sikkur í skálinunni, hvað eru virkilega hættulegir. Nú getur svarti kóngurinn annarkvort flúið út í horn eða fara inn á miðborðið, þannig að eðlilega fyrir hann að fara inn á miðborðið, kóngur E5, og þá virkjum við okkar kóng og hvar viljum við hafa hann, eins nálægt kóngi andstæðingsins svo hægt er, kóngur E3. Og nú skulum við aðeins fara yfir hvaða reiti við virkilega völdum. Hvítrættabiskupinn okkar valdar þessa reiti hér. Svartrættabiskupinn valdar þessa reiti hérna. Og kóngurinn okkar valdar þessa reiti hér. En við sjáum hvað svarti kóngurinn er takmarkaður. Hann verður að fara í þessa átt. Kóngur F5. Reynum að valda fleiri reiti. Svarti kóngurinn var á E5 og það er ágætt að stefna því að reyna að valda hann. Og við getum gert það til dæmis með að leika biskup D6. Sjáum hvað við völdum marga reiti núna. Það farið að þrengja ískikilega að kóngnum. Kóngur G6 og nú þurfum við að bæta stöðu okkar kóngs, kóngur F4, reynum að fara nær svarta kóngnum, kóngur F6 og nú ætlum við að læra svolítið sem að kemur oft fyrir í skák, sérstaklega í máti með biskup og riddara og 2 biskupum. Við þurfum að leika einu litlum biðleik, við völdum ansi marga reiti og við þurfum eiginlega bara að leika biðleik til þess að fá kónginn á G6, þannig að við leikum bara einu litlu leik sem gerir ekki neitt, biskup D5. Kóngurinn fer á G6 og nú ætlum við að reyna að valda reitin sem hann var á. Hvernig við að gera það? Við getum annarkvort leikið biskup E5, en við líka geta farið með hann hérna á E7, það er líka verið möguleiki, en biskup E5 er mjög góður. Kóngur H6 og kóngur F5, reynum að hafa kónginn okkar eins nálægt að hægt er. Kóngur H5. Nú getum við eiginlega valið okkur í hvort horni við viljum reka svarta kónginn. Hvort er styttra að fara með hann á H8 eða á H1. Mér sýnst nú að vera styttra að fara með hann á H8. Þannig að við skulum í þessari stöðu reyna að valda alla reitina fyrir aftan kónginn til þess að reka hann í þessa átt. Bara eins og að smala kindin í girðingu. Þannig að við leikum í þessari stöðu biskup G3. Hvíti kóngurinn valdar alla reitina fyrir framan kónginn og biskupinn valdar reitina fyrir aftan hann. Þannig að kóngurinn er neyddur til þess að fara hingað. Kóngur F6, passum á því að hafa þessa reiti valdaða. Kóngur H5, er kóngurinn að sleppa út. Sjáum við hvað reiti við völdum. Völdum alla þessa reiti hér. Við bara þurfum að valda þennan hérna sem er gulur. Hvernig var að gera það? Biskup F3, einfalt. Skák hér, völdum þennan. Völdum alla þessa hér. Kóngurinn var að fara H6. Og nú byrjar eltingleikurinn. Rekum kónginn hingað og við byrjum að skáka hér. Kóngurinn kemst ekki neitt nema á H7 og þá fylgir kóngurinn okkar. Hann verður að fara út í horn og nú ætlum við aðeins að stoppa. Leið og kóngurinn komur út í horn þá er þetta mjög þægilegt. Kóngurinn okkar valdar ótrúlega marga reiti fyrir framan hann. Hann á bara einn reit til þess að komast á. Við megum samt ekki vera of fljótfær og fara með biskupinn okkar hingað vegna þess að þá hafa kóngurinn patt. Völdum of marga reiti hér. Þannig að við ætlum að leika biðleik, við ætlum að bíða eftir því að kóngurinn fara á H7
Þá ætlum við að leika biskupnum á skálínuna. Þannig að við leikum bara einu litlum biðleik. Biskup G4 gerir ekki neitt. Kóngur H7. Munið við völdum alla reitina hér og völdum þennan líka. Þannig að við séum skák. Kóngur H8. Biskup E5. Og þetta er skákmót. Takk fyrir þetta.